kvöld, hvernig leggst þið þig? Meistari KR hérna í Vesturbænum í kvöld, hvernig leggst þið þig?
Já, halló, sæll og blessaður, vinnu minn. Halló, 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 allir flottir, flottastir, við erum flottir. Hæ, 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 svakalega er gaman og hér er flott, já, 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 hei, 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 gaman, gaman, saman. Sáttur? Já, ég líka. Ég er mjög sáttur.
Jú, góða kvöldið kæru áhorfendur og verið velkomin til leiks. Við erum stödd á meistaravöllum í Vesturbænum, framöndan leikur KR á Álftanes. Þessi leikur í 17. umferð í bónusdeild karla. Og deildin að fara aftur af stað eftir frábæra bikaviku sem er nýafstaðin. Það sem að KR-ingar urðu vísbikarmeistarar. Unnu þar frábæran sigur á Stjörnunni. Unnu Tindastóli undanúrslitum og voru bara frábærir og einhvern veginn breyttu álitri marga sem að álit KR-inga og álit marga á KR-liðinu hefur verið svona mjög vaxandi í allan vetur. Menn höfðu ekki mikla trú þegar leiktíðin fór á stað í haust, en nú eru jafnvel einhverjir farnir að tala þá sem bara title contenders. Á meðan Álftanesingar hafa svona verið að reyna að finna eitthvað takt. Fór ógeðlega af stað en þetta svo einhvern veginn bara í algjör hruni. Og þetta skipt þjálfara, Kjartan hætti og Hjalti Viljáns tók við, en sjáum hérna umferðina sem framöndan er. Það eru 4 leikir í kvöld, þessi leikur hér og svo Valur ÍA, Stjarnan Njarðvík og ÍR Þorlákshöfn og svo minni ég á tilþrifin sem hefjast eftir leik. Og svo morgun eru 2 leikir, Tindastóll Ármann upp á Skagafirði og svo í Keflavík stórleikur umferðarinnar, Keflavík Grindavík. Það verður áhugaverður leikur, fyrsti leikur. Jeremy Pargo á þessari leiktíð skrifaði nýverandi samning við Grindavík, spilaði með liðinu á síðustu leiktíð og Pargo og Kane áttu saminnaðir í Grindavík. Svo auðvitað bónus körfuboltakvöld eftir þann leik, en samanstöðunni deildinni Grindavík með mjög þægilega fórustu, 14 sigra á næsta liði með 11 sigra. Tindastóll er reyndar annars skráð í 3. sæti, þeir eru í öðru sæti. Svo eru Stjarnan, Valur og Keflavík með 10 sigra, KR með 9 og Álftanes með 7. Þannig að þetta er ennþá mjög opið fallbaráttan, hún verður blóðug. Hann sjáum það Njarðvík og Álftanes í baráttunni. Og minn besti maður Kristoffer á tökkunum, hann er búinn að laga þetta, Stólandi komnir í 2. sæti. Það verður mikið baráttu bæði að komast í úrslitakeppnina og hann fallið, og svo verður þetta bara frábært þegar úrslitakeppnin fer af stað. En þá eru tekinn viðtöl við þjálfaraliðina hér eftir þessu og við skulum heyra hvað þeir eru að segja. Kristoffer, hérna með hamingju með bikarmeistaratitilinn um helgina. Hvernig leggst þessi leikurinn gegn Álftanesi í kvöld? Vel, bara erfiður leikur. Við erum að berjast við að komast ofar í töflunni, þeir eru að berjast við að tryggja sig inn í úrslitakeppnina, þannig að ég býst bara við hörkuleik. Þú veist, það er þetta gleðitíðindi sem verður hérna á liðinu um helgina. Hvernig hefur bara gengið að halda mannskapnum á jörðinni í þessari viku? Mér finnst það að gengi vel. Það eftir að koma betur í ljós hérna á eftir, en mér finnst strákarnir að hafa tekið þessu vel og við höfum átt nokkrar góðar æfingar síðan eftir helgi, þannig að ég býst við og trúi því að við séum klárir í leikinn. En er ekki líka ákveðið svona tryggs að nota þessa velgengni og reyna bara að keyra sjálfstöð sig í gang áfram? Jú, þetta er alveg svona fín lína að þú veist hversu mikið átt að njóta þess að taka úr þessu og hversu mikið átt að halda einbeitingu og þú veist hugsa stöðuna sem þú ert í deildinni, af því að þetta er náttúrulega 2 mismunandi keppnir, bikarkeppni og Íslandsmeistaratitil. Þannig að þetta er svolítið flókið, en ég held að við séum á réttri leið. Hvað þurfum svona helst að varast í leik Álftanesinga hérna í kvöld? Þú veist, þeir eru með góðan mann inn í miðjunni, OKG sem við höfum ofta átt í erfiðleikum með, þannig að við þurfum að halda honum frá teignum og frákastum. Svo er þetta alveg klárt að Justin er komin inn í liði hjá þeim og hann er mjög góður leikmaður og mikið fer í gegnum hann, sérstaklega sóknarlega, þannig að við þurfum klárlega að reyna að hægja honum eitthvað. Takk fyrir það, gangu vel. Bikarmeistari KR hérna í Vesturbænum í kvöld, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel. KR-inu voru virkilega góðir í þessum bikar síðustu viku og þetta verður bara gaman að mæta þeim. Hvað þurfum svona helst að varast í leik KR? Lettarnir 3 eru mjög góðir. Svo náttúrulega bara, ég meina, þau eru með gæða íslendinga leikmenn líka og Kaninn hefur verið svona upp og niður en þú veist, þetta er bara hörkulið og bara rosalega fysikal og hratt lið. Við þurfum að passa á opnu velli og vera svolítið smart sóknarlega. Lítið eftir að deildinni, hversu mikilvægur er þessi leikur núna sem ljósið þess hvað er stutt í úrslitakeppninni og þið hérna á mörkunum?
Ég meina, síðasta leikur var virkilega mikilvægur en við náðum einhvern veginn að klúðra því en ég meina allir leikir eru mikilvægir. Við viljum vera í þessu úrslitakeppni og viljum auðvitað helst fara eitthvað ofar heldur en 8. sæti en við bara sjáum til, við gerum okkar allavega besta og látum nýkrýnda bikarmeistara hafa svolítið fyrir þessu. Takk fyrir, gangi vel. Já, það heyrðu við þjálfaraliðana og auðvitað KR-ingar. Þetta er alveg test fyrir þá að þurfa að koma tilbaka eftir hennar frábæra sigur núna á laugardaginn. Og ég dæmi það ekki, ef það var gaman hérna með laugardagskvöldinu. Mér finnst bara hans að líkt að hafa verið svo, en það ekki á hverjum degi eða hverju ári sem vinnur titil og það skal fagna því. Já, saman að Kenneth Doucet sem var valinn leikmaður umferðinnar í síðustu umferð. Hann er búinn að vera vaxandi og verið frábær undanfarið. Strákur sem er nýkominn úr háskóla og þetta er fyrsta svona giggi hans og hefur staðið sig vel. En að KR-liðinu, þeir eru búin að flottur önni undanfarið og unnið 4 leiki í röð, 5 leiki auðvitað, 6 leiki með Tindastóls og Stjörnuleiknum, en 4 leiki í röð í deildinni, unnu Ármann og næst unnið er Þór Þorlákshöfn, unnu Grindavík og svo nú síðast IA 120-98 og núna á móti Skaganum í síðustu umferð sem að feels like forever að sá leikur var, en hann fór fram 29. janúar og voru það Kenneth Doucet sem var stigastur. Hann skoraði 30 stig á 30 mínútum, frábær tölfræðilína, 9 af 14 í skotum og tók 12 fráköst, fiskaði 9 villur, 38 framlagspunktar sem er frábær tölfræði. En aðrir atkvæðarleikir hjá KR í þessum leik. Reynolds einnig múið að frábæra þessa leiktíð, hann skoraði 22 stig. Hann var 9 af 16 í skotum. Toms Elvis Leimanis, hann skoraði 20 stig og Tóti Turbo, Þórir Guðmundur Þorbjarnarson skoraði 17. Nýjasti leikmaður Reynolds Malvanis, hann var með 9 stig á 14 mínútum og kom heldur betur vel inn í lið núna í bikarvikunni. Flott fitt fyrir þetta lið. En við færum okkur aðeins næst yfir í Álftansinga. Þeir töpuðu síðasta leik á móti Njarðvík sem var svona frekar súr úrslit eftir að hafa unnið í Skagan í umferðinni þar áður. Þeir eru búin að vera svona að vinna og tapa sitt og hvað unnu Ármann og Þór í byrjun árs. Töpuðu svo á móti Grindavík, unnu Skagan og töpuðu á móti Njarðvík nú síðast. En já, í þessum leik á móti Njarðvík var það Justin James sem var stigastur með 22 stig. Hann er svona búin að vera að koma sér inn í þetta hægt og rólega. Þekkjum öll gæðin sem búi í þeim gæja. Skora 22 stiga og næst stigastur var Nikola Miskovic sem er líka nýleikmaður hjá þeim. Kom núna bara að byrja að spila á þessu ári. Skora 90 stig. Og Haukur Helgi og Siggi P með sikur 11 stigin. Já. Þessi liði mættust núna 7. nóvember á síðast ári. Það sem Álftanes vann 189 og var það Addi Mörki sem var stigastur í Álftanesingum. Hann er þetta ekki lengur í liði Álftanesinga. Hann skipt út fyrir þennan mann þarna sem er komin út á golf, Justin James. Siggi var frábær í þessum leik, skoraði 24 stig. Svona áður hann fór svo, tók svona leiðilegt meiðslarönn. Það tók ekki á með 16 stig hjá KR. Þar var það Kenneth Doucet sem skoraði 34 stig og Friðrik Anton var með 18. En það er langt liðið síðan þessi leikur var og það verður áhvert að sjá hvernig þetta fer allt saman. Við erum einhvern veginn á allt öðrum stað heldur en þið mætti síðast. En við vitum það að gæða mikið lið sem byrjunliðin hjá KR-ingum. Það er Tóti Turbo og Tóti bara, þó ég ætla að kalla hann Tóta bara, veit hann að kalla það. Og Kenneth Doucet
Lennart Jensen, Thomas Elvis og Reynolds. Í Álftanesi er það Justin James, Rati, Haukur Helgi, David Okeke og Siggi P. Og allt að vera klárt. Ég segi bara góða skemmtun, kæru áhorfendur, dómara leiksins. Samanlega boltinn fer af Lennart og já, káinningar í þennan dómara leiksins eru Sigmundur Már, Sigurbaldur og Bergur sem að dæma þennan leik. Það er Álftasingar sem að koma í sókn. Rati stillir upp. Haukur. Siggi fyrir í gegn og Rati kemur upp topp, sækir boltann og Haukur fær hann aftur. Haukur með opið skot, setur þetta niður. Haukur Helgi Pálsson. Þetta var bara tvistur. 2-0 fyrir Álftanes. Tóti inn í miðuna, kemur hann á Lennart. Thomas Elvis hér. Kemur hann út á Tussey. Það er aðstæðan á Okeke, reynir að koma sér hringinn og fyrir erfitt skot, setur þetta niður, fáránlega góð hreyfing hér hjá Kenneth Tussey. Kom Álftasingar í sókn, 2-2. Rati á Hauk og Haukur er ekki að grípa hann en sleppur með þetta. Rati hér, Horfakurinn að fer á driplið og kastar hann frá sér, ekki góð sending hér Lennarts. Á ferðinni Lennarts, resta körfuna og ótrúlega ekki fengið vinduna. Þetta var galið að Bergur að mista þessu. Haukur brosti þarna og ég heyrði sláttinn sjálfur. Þetta var ótrúlega, sjá maður Haukur hlær bara að þessu. Galið að Lennarts ekki fengið vinduna en áfram gat. Hér, Leimanis á Tóta, Tóti horfir kring sig fyrir skoti á spjaldinu, gengur ekki. Hér, Justin James fer á driplið, finnir Sigga, Siggi í döngetinu, frábærlega gert. Góð spilmennska hana og Justin James leggur hann upp á Sigga P. Hér, Leimanis. Kenneth Tussey og Reynolds hérna á gegn Sigga og tafa boltanum bara. Já. Staðan í 5-2, þetta hefur verið þristur hjá Hauki Helga. Justin James, aðtæðlega á hringinn, Justin James kissar hátt á spjaldinu, gengur ekki, Reynolds með frákastið. Já, herrlega Mannis. Mannis vinnur Reynolds stoppar, poppar upp í skoti, huggulegt. Mjög vel gert hann að Lettnes samvinna. Hér, Rati tapar boltanum aftur, þetta er ekki góð byrjun hjá Rati hér. Kenneth Tussey á driblinu. Thomas Elvis, Leimanis upp í skoti, setur þetta niður. Hann er með svo huggulega stróku sem er búinn að spila síðast í Ríka í Lettlandi. Spila í Mexíkó þar áður og eitthvað á Spáni. Já, hér tapaði boltanum aftur Álftasingar. Já, Tóti skrefar. Já, hoppaði hann á stoppvellinum. Justin James stillir upp. Justin James resta körfuna, Tussey til varnar. Mikil hæð og hreyfanleiki og styrkur hérna sem er frá að dekka Justin James í leiknum og Justin James upp í skoti og gengur ekki. Okeke stór og sterkur, setur þetta honni. Já, fín byrjun á þessu leik. Tóti langaði skoti, fer ekki í það. Lennarts. Hann tjekk upp Hauk hérna og þeir nautsterki gæjar að mætast en Lennarts nær ekki að setja þetta niður. Hér Justin James. James á ferðinni og fáránlega sterkur hér. Lætur svo Kenneth Tussey heyra rakauxtinn í bringuna á honum og færða bara frá. Það þarf að svara hér, Kenneth Tussey upp í skoti, nei, gengur ekki. Justin James á þetta alvöru fyrir, skoraði við 30 stig í NBA-deildinni.
gerir það ekkert bara eitthvað þægilega og hér Justin James neggur sig niður. Já, frábær byrjun í honum, frábær byrjun í Álftnesingum. 12-7. Tóti, já, Leimanis. Tóti aftur, gefa hann skoti neðan í að skjóta þessu og þá er þetta bara niðurstaðan. En Tóti fær svona langa tíma. Og það er hann fáránlega öflugur. Hér, Justin James á Hauk Helga, Ratti á Justin aftur, Justin James aftur upp á topp, upp í skotið. Gengur ekki og hér Haukur er að sláta boltans en Tóti heldur þessu inn á. Leimanis og hér Linnards. Kenneth Husey hér. Boltan aftur út á Tóta, ber skrínið frá Linnards. Tóti langaði það en fyrir ekki skotið. Leimanis. Og upp í skotið, huggulegt. Linnards. Hann spila í estnesku og lettnesku deildinni, spilaði síðast með Valmiria. Hann hefur þetta frábæra fyrir, búinn að spila með Murcia, Spáni, Baskonia, Spáni. Og hér Siggi, þetta er engum að setja niður. Já, fyrirlinn hjá Reynalds er ansi góður. Strákur sem er fæddur 96, 30 á árinu. Hefur átt flott að toppa, eins og ég sagði hann, búinn að spila með Baskonia, Spáni og Murcia. Og með Neptúnas í Litáen. Svo erum við að spila núna í þessari eistnesku og lettnesku deild. Við heyrðum það að stólarnir hefur líka verið að fá hann að gæja. Og það er heillað að það eru tveir aðri lettar í KR. En það sé þægilegt að velja það lið. Siggi fær hér víti. Það er að moppa hér. Tom Leimanis líka auðvitað letti eins og Linnards. Linnards er búinn að draga þessa gæðinga. Siggi klikkar á vítinu. Siggi er ekki góð vítaskauta. Setur inn að setna vítið. Siggi er 26% vítaskauta í vetur, sem er alls ekki gott. Hér Kenneth Husey, kom boltan niður á Reynalds. Justin James til varnar, þetta á að vera ájöfnleikur. Reynalds er stór og sterkur, tjekkar bara, kemur sér í stöðu hérna, fer upp og engin villa dæmt. Og hér fær hann boltan aftur og Reynalds, sá við springikraftinni Justin James. Sprakk bara upp úr gólfinu. Þannig að engin villa hér og engin endan aftur með boltan og þetta er að Friðrik Anton og Haukur hérna lendi smá. Friðrik Anton og Þorvaldur Orri komnir inn á í liðið KR. Dúi Þór mættur inn á hjá Álftanes. Reynalds setur fyrir víti niður. Ábóðslega samfærið til stróka hjá honum. Bæði utan honni hjá Reynalds. Bóttbyrjun í honum. Það kemur Káring aftur yfir, 14-13. Dúi á Sigga. Út af, Siggi stígur út af, beint fyrir framann. Trínið á Sigurbaldri. Koma Káringar svo. Stíg yfir. Tóti á Kenneth Husey. Tóti er að koma boltan aftur hérna, nei, Þorri fyrir að dribblið og kemur með hornið. Friðrik Anton upp í skoti, alvöru skytta Friðrik Anton. Hann er búinn að spila frábærlega á leiktíðinni. Hann nýta sína mínútur mjög vel. Friðrik Anton, hann er að grípa gæsina. Nýta það Miskovic,
Góða hreyfingar, Miskovic fyrir sterkur á hringinn og setur Donni á Nikola Miskovic. Spilaði í Makedóníu, Norður-Makedóníu, búinn að spila út allt í Austur-Evrópu. Spila líka með Podgorica sem er í gættilega Reynolds. Nú í Svartfjallalandi, hann er búinn að spila eiga hörku fyrir hann Nikola Miskovic. Hann var svona úlingastjarna, batastjarna. Hefur komið hægt inn í lið Álftansinga en svona að vaksa. Justin James. Aftur upp í skoti, hann er endast á þessum skotum og það er galinn að sé að fá þessi skot. Þetta er bara svo leið fyrir hann. Kenny Toussaint aðtalega á hringi, þau er sterkt upp og engin villa. Dúi dreifir sig út og Okeke fyrir skoti, allt og stuttur. Fyrir Anton. Hér, Þorri. Kenny Toussaint og Dúi fyrir niður, vill á ruðning, ekki dæmt og Kenny Toussaint, ekki setja Donni. Hér, Nikola Miskovic. Á Dúa, Justin James vill fá hann. Hann er í stuði, langar í skoti, nei, fer ekki í það, fær skrínið. Aftur bara, nei. Kom bara niður Okeke. Okeke hér gegn Reynolds. Okeke sætt sig hérna erfitt skot, setur Donni. Það er að skora mikið hana, 20-19. Tóti. Kemur hann og Kenny Toussaint og aftur leitar á Reynolds. Siggi bakkinn á honum. Reynolds kemur hann út. Þorri upp í skotið. Nei, alls ekki. Og hér Reynolds ítar hann í bakið á Sigga. Reynolds að fá svona aðra villu. Þetta eru vonda fréttir. Reynolds búinn að vera besti leikmaður KR hingað til. Kemur Dúi með boltan. Nikola Miskovic opinn og álega skrín á Sigga hana. Það er einhver átök hana á milli þeirra. Svona léttvæg átök. 20-19. Þorri. Limanes. Veigar kominn inn á og Hilmi líka og út af, já, Veigar stígur út af. Hilmi kominn inn á og spila flott á vörðana, getur spilað vörð. Fín skipta. Nikola Miskovic. Býst í skotina, fer í það, þetta er stutt og flatt hana. Þetta er lesen og Nikola Miskovic á að geta hlaupið á Siggi hér, finnur Dúa, Dúi fyrir í þægilegt layup, Við tapar bolta þarna sem að kosta KR-inga. Limanes á Lennarts. Þorri er að kosta boltan, fær hann ekki og hér Limanes. Gegn Miskovic og Limanes upp í skoti, já, setur Donni, jafnar leikinn. Og hér tapaði bara boltan, þetta var ekkert eðlilega klaufalegt. Þorri setur þetta bara niður og kemur KR yfir. Þetta var mjög klaufalegt. Dúi hér á ferðinni fyrir auðvitað fram með Þorra. Þetta er ótrúlega þægilegt fyrir Dúa. Skildi bara Þorra eftir. Hann límdu við gólfið. Frábær fyrstileikur þeir skora þetta hægri vinstri. Veigar. Limanes og Fredrik Anton rúla, fær hann seint hérna og Okeke grípur hann. Og hér stela bara boltanum tilbaka. Okeke með 2 tap, klaufalega tapaða bolta og Fredrik Anton upp í skoti, setur það ofan í. Okeke að tapa boltanum hérna, ótrúlega vitlausislega. Gaf fyrst bara auðveld 2 stig á Þorra og svo núna kastar hann boltanum frá sér og fær þrist í grillið. KR-ingar hér 3 stigum yfir. 9 sekundur eftir, 8, 7, Dúi þarf að láta eitthvað gerast. Siggi, boltinn niður Miskovic og hér villa á gólfinu, já, frábæra villa. Álftansingar vilja fá leika í sem hérna villan hjá Þorri hann að yndri baki á hann áður en hann er koma stigum á töfluna.
Aftansynga sem taka leikli. Hjalti þetta að stilla upp í gott kerfi. Setja bara Hávangsson sterkti hérna. Justin James kom aftur inn á. Fyrir þetta loka play. Justin James auðvitað. Og tala fyrir henni saman. Það er í tímabili með Álftanes. Það er að fyrir þetta með Sacramento Kings í NBA-deildinni. Það spilur með Cleveland Charles líka í frönsku deildinni. Bologna, Levois and Metropolitans. Spara það 22-23 tímabili og svo í Cleveland Charles. Hann spila einhvers þar í Asíu, ef mann rétt. Hann kom hingað. Þegar komin í 7 eftir nægur tími til að setja stig á töfluna. Það er opnast fyrir, þetta gengur ekki og þetta getur verið dýrt. Rinalds hér, 2-1, Rinalds þarf að skjóta sig eða hvað? Það var allt og lengi ákveða sig þetta Rinalds. Hvort hann ætlaði að skjóta eða senda. Tók bara 1 sekúndu í það, hann hafði bara ekki þennan tíma sem hérna byrjar að hugsa það og hérna og svo bara allt og setna kom með hann. Þú segir gerði þetta opbúslega fyrir, klára þetta en taldi ekki. Og það fyrsta laug þetta, hér lokið. Og staðan er 27-24 fyrir heimamenn. Og ég verð að segja að það er bara príðilega vel mætt hérna á meistaravelli. Þannig að bjóst við að vera ykkur þinga. Já, ekki þinga í áhörðunni. Leikmönnum, KR-ingar. Aðeins auðvitað fræsklistina. Já, KR er Rinalds sem er stigast 8 stig. Friðrik Anton með 6 stig að bekknum. 2 frista. Herðu, hann hitti Álfnesingur. Þetta var skemmtilegt. Þá fær hann einhver vinning. Bara þægilegur. Herðu, hérna þessi sonur formannsins. Brján. Hann er Brjánsson sem mér. Jájá. Herðu. Þessi heiti líka, hvað? Við erum með eitthvað skiptu bara hérna sem kom inn á völlin, trekk í trekk. Þá er það stór tap að þessu. Þannig að, auðvitað, ekkert nema öryggi. Svona, þær vinna að skoppa að ringnum. Það er skemmtilegt. En Álfnesingur, það er Justin James sem er stigast 8 stig. Það vilja að skjóta mjög vel. KR er 10 af 18, 55%. Álftanes er 10-15. KR er 5-8 fyrir blikksteginu, 62%. Álftanes 3-6. Álftanes tapar 8 bolt. Það er bara hrikalt. KR tapar 6. Þannig að við fengið hérna 14 tapa að bolta eftir 10 mínútur leik. Það er frekar mikið. Það spyr mig. Hann er ekkert í barnastað. Álfnesingar, hæfileik. Ykkur ekki. Það er skriðið frá OKG. Boltinn á Miskovic sem að stígur út af. Já. Mannis að koma upp boltann fyrir KR. Heimir hitt að pressa á hann og láta hann líka óþægilega. Rinalds, það er bara þægilega frá Miskovic. Friðrik Anton á driplið. Og við sterkt á körfuna og sækir í villuna. Vel gert til Friðriki. Frábær innkomi á honum. Já, vel gert hérna. Friðrik er að spila 22 mínútur með til leik. Skora 11 stig. Skjóta 50%, taka 4 skot og setja 2 móni. Hér, KR-ingar með 4 stiga fórstu. Dúi styttir upp. Haukur.
Einhver hér. Kemur hann að dúa og boltan á Hauk. Lemanis til varnar. Reyna að henda hérna Lemanis. Boltinn á dúi, opinn, upp í skotið. Nei, aftur stuttur hérna á. Bernestur frákastið, tveir Álftansingar. Hilmir. Miskovic. Her. Ok. Það er sterkt á körfuna. Hún er ekki sitt þetta niður. Flott vörn hjá Jannis M. Já, Álftansingar halda boltanum. Aftur sóknar frákast. James aftur inn á, fyrir Okeke. Hér. Justin James. Fyrir í kantinni. Þetta niður, okkar fótur, við það fót og já. Þannig fótur dæmdur. Þannig á kantinum hans Bergs og hann einhvern veginn ekki sá þetta. 40 sekundar á skólingu. Justin James. Haukur hér upp í erfitt. Tveggja stiga skot. Skrítið á dreiflinu. Aftur þriðja sóknarfrákast frá Álftansingum. Það hlýtur enda með körfu. Justin James upp í skoti. Langur tvistu. Þarna dettur hann niður. 2 stig. 26-28. Lemanis og Friðrik. Lemanis aftur. Friðrik Anton, opinn, upp í skotið, að sjálfsögðu, nei, stuttur en eiga með frákastið. Lemanis neðar Friðrik Anton sem fyrir upp og hann er ekki að klára þetta og þessi bolti að Friðrik Antoni út af, já. Eitthvað svo glæsilegt við það að Justin James springir sig upp og fyrir í frákastið er að blokka hann. Eitthvað sem að svífur einhvern veginn. Justin James. Hilmir. Justin James aftur. Og leita hérna Friðrik Antoni og ráðast á hann. Justin James býr til skot hér, gengur ekki og gott frákast hjá Linnars. Linnars fyrir á ferðina. Friðrik Anton. Þorri. Lemanis. Frábært knattrak. Góð vörn með Hauki Helga hana. Þorri ræst á Hilmir og frábærlega klára hjá Þorra. Það ætla sér bara á hringinn saman hvað og gerði það. Er Haukur, vond sending á hann og hann bara kastar hann út aftur. Hilmir gerir vel. Haukur. Miskovic. Sendir menn í burtu. Ráðast á vegarina. Bara að tjekka hann upp, boltinn í hornið. Haukur opinn, fyrir ekki skotið og lítið að gerast hérna. Justin James, 3, 2, Justin James á hringinn. Justin James, já, frábær hörði að leynast þarna. Erfiður sóknarleikur og já, lítið að gerast þannig á Álftansingum. Flott vörn með KR og Lemanis upp í skoti, nei. Álftansing hann bolta. Þorri kemur á bekkinn. Rati stýttir upp, Rati ekkert sérstaklega byrjunin á leiknum. Tapaði boltanum tvisvar. En hér kemur aftur inn á, Haukur Helgi. Tóta á boltinn í horni, Hilmir opinn, setur hann niður, frábær sendingi Hauki Helga þarna á augun hakkanum. Sem er snýr 1 stig, 30-29. Tóti. Linnards. Rati er í bækinn á þeim, hann á að geta að nota sér það. Já, Linnards gerir þetta vel, setur þetta ekki niður, klára þetta. Það er Justin James. Kemur til segið til varnar. Já, hann sækir vituna. Skot, ekki samla því. Þetta er alltaf sengar í stúkunni sig. Fúlir. Justin James, frábær hreyfing. Get út af mig að sjá þessa hreyfingu á Justin James. Kenneth þú segja þetta skaut hún
Vá, þetta var huggulegt. Kentur segi og hillan dæmt á Haug. Kentur segi, kemur sér á vítalínuna. Haugur ætla að taka Haugið hana. Kemur Reynalds aftur inn á, hann er á tveim millum, þarf að fara að valda. Duseg komið aftur, Káringum yfir. Sendur fyrir veitin niður. Sendur bæði veitin hann í. Káur komið yfir, 32-31. Rati, Justin James. Frábær hreyfing og Kekja setur ekki niður. Hér, sóknarveita, já, Tóti að fá sóknarveitan á sig hana. Haugur kom sér bara fyrir framan hann. Haugur, smart varnarmaður, vissi alveg hvað hann myndi gera þarna. Segir aftur hérna, hann lesi þetta bara. Þetta er aðeins að fara svona fram á Tóta og já, gerist á svona, sjáum þetta aftur hérna. Hallar sér aðeins á hann og Tóta á ekki möguleika. Þetta er svona, ég skil alveg okkur í Tóti er svektur með þetta. Það er Justin James. Hann kom svo á körfuna, neggur hann í horni. Rati, hann horfir ekki á körfuna. Jú, gera núna, fyrir skoti. Nei. Það er Kenny Duseg. Lemannis hér, Hauki Helga og Reynalds upp í skotið. Já, ekkert nema net hjá Reynalds. Sáminn var góður. 35-31. Justin James kemur á Haug. Haugur upp í skotið. Já. Hérna raða stigum á töflun akkur núna. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Staðan 35-33. Lemannis. Screen for Reynalds, Lemannis hér. Það er aðeins með Hauk Helga. Kenny Duseg, fyrir utan. Nei, gengur ekki. Stuttur þarna. Vá, Tóti næst tíma á stila boltanum. Haugur rest á körfuna, Haugur fyrir sterkt upp og setur þetta ofan í. Svo hann vissi vel að Reynalds var ekki að fara að brjóta hann og staðan er 35-35. Þegar Jakob tekur leiklega fyrir Káringa. Þessi leikur, það er ykkur veisla, finna á mér. Bara hefur kert hjá, Hauki Helga. Búinn og góður í þessu leik. Komið 7 stig. Ég ætti ekki að segja ykkur hvað staðan er í öðrum leikjum. Þið er bara KKI.is og sjáu það þar. Ég verið skammað nóg oft fyrir það. Margir sem eru fárveikir, körfadataðendur og horfa á þetta jafnvel seinni í kvöld og þannig. Reynalds stigastur hjá KR með 11 stig, 4 af 5 skotum, 4 frákvæðust. Reynalds ennþá stigalaus sem er 0 stig, 0 af 2 skotum, óvanalegt. Reynalds skoraði 23 stiga metri leikur, stigastur í liði KR í vetur. Þegar hann alveg inni. Komið til gól. Lemannis stendur upp. Sýnast
Saltnesvíkingar verið einhvers konar svæði, já, þau eru svæði núna. Tóti yfir skotið, leggur sig niður svona á að bregðast í svæðisvörn. Setur í þrist, limar á trínið á andstæðingnum. Það er Haukur. Haukur aftanlega á hringinn og setur í dóni. Þetta var huggulegt, saman Siggi mætti hann í backscreen. Já, Haukur fékk bara auðarlega kurunni. Limanis. Þetta á, Lennarts. Kenny Toussaint. Já, Limanis upp í skotið. Nei. Og gott frákast OKK. Sjáum það að Haukur Helgi bara á Lennarts og þá horfa hann ekki á hringinn. Justin James. Upp í skotið hér og fyrir niður og ekkert dæmt. Hann tók með frákastið, fyrir að stað, horfur upp völlin. Vittan dæmt á Ratti, tók bara á sig villin hana til að stoppa sókna. Svona, Ratti tók bara á sig að brjóta. Kenny Toussaint og Tóti fyrir lengst fyrir utan. Nei, alltaf stutt hana. Þetta fyrir utan hana. Þessingar komið í sóknin fyrir að komast yfir. Ratti, já. Sigga. Haukur kemur í skrínið. Hér OKK fyrir að drifja yfir. Reynalds, langar ekkert að brjóta hana og hann er ekki að klára þetta OKK en hann á að gera betur. Setja þetta Broni. Lennarts. Þorri á Reynalds sem fyrir skotið, stuttur. James með frákastið. Ratti. Það á körfuna, finnur Sigga. Siggi upp í skotið. Nei, gengur ekki. Núna liðin bæðileg köld. Tóti yfir, Lennarts. Og hér, sóknar þetta dæmt á Reynalds og hann er að fá svona þriðji villu. Þetta eru vondar fréttir. Eða hvað? Það voru að biðja boltan hana. Já, Haukur planta sig bara niður. Reynalds teipur á niður hana. Sem hann stendur. Búm, höggið. Þetta er ekkert eitthvað sanngjarnt. Það er að moppa hérna. Nokkur káringar ekki ánægðir með þetta. Eðlilega Reynalds að fá besti leikmann káringa að hengja til í leiknum að fá svona þriðji villu. Það komið helming villna káringa. Ekki verið mikið að dæmta villum í þessu leik, en bara Reynalds. Nei, Justin James. Justin James dreifs út og finnur Hauk á köstinu sem fyrir skoti hér. Og þessi leikur honni, Haukur Helgi búinn að vera frábær hér. Síðustu mínútur. Kom 11 stig. Allt þessi komnir yfir. Tóti, Þorri ræðist inn á OKK og kemur honum í horni. Tóti, svo sendi ekki við lappinnar á hann, hann náði ekki að fara beint í skoti. 10 sekúndur eftir að skóku. Og Þorri fyrir utan, upp í skoti. Nei, gengur ekki. Siggi með frákastið. Ratti hér. Og já, Þorri gerir vel, brýtur á honum. Það er 52 eftir en aðfyrir á leik. Ratti kom boltan inn, finnur Sigga. Ratti fær boltan aftur. Pikkar húnum með OKK, Ratti með skoti upp á topp. Þarna kom það, setur hann niður. Ratti, hustuð Ratti hérna í kvöld. Það komið fjárstæða fórstu. Fyrir Gandón, Kenny Toussaint. Helgi Helga, finnur ekki skotið. Það er Lennart, Justin James til varnar. Lennart ætla bara að tjekka niður á hringnum og fyrir upp og setur þetta niður. Já, hér fyrstu stig Lennarts í kvöld. Ratti út á Hauk. Justin James, svo á OKK og frábæra hendur að tóta hana. Sendingin Linn og hér Þorri alla leið og niður hann í spjaldi Justin James. Og hérna já, tróðst á mótið, tapar boltanum, Siggi brjálar að fá ekki í vinduna. Eðlilega, mér sýnst að vera hakkar þarna. Sjáum þetta betur eftir við fyrsta tækifæri. Bergur stóð alveg ofan í þessu. Það var skrítið.
Frábær vörn og Justin James lamdi boltann í spjaldið. Justin James þarf að láta eitthvað gerast. 7 sekúndur eftir, Justin James. Fer í floti, gengur ekki og hér geta KR-ingar komist yfir aftur. Og frábæra hendur á Sigga, ná að klafsa hann í boltan. Og Justin James fer í floti, nei, erfið sending þarna. Klaufalegt, mjög klaufalegt. Og hér skiljar eftir síðasta skoti fyrir KR-inga. Gamleitur endir á þessum fyrirháleik á Álftanes að miður hversu góður þeir voru. Tati tekur villin á sig. Siggi er ennþá fullan yfir villinu og sjáum þetta aftur hérna. Frábær vörn hér og hér Siggi grípur frákastið. Hann stæra fyrir hendina á hann. Þetta var ótrúlegt. Beintur fram að Trína Berg. Já, sérstakt. Frjósótt bara með hlutina. Það er bara þannig. Opaslega skemmtileg fyrirháleikurinn af KR-ingar taka leikið hér til að stilla upp í. Loka sókna fyrir fórustinni. Hrikalega vant fyrir KR-ingar í Narcissi sem hann er að vera góður og samt hann er svona inn og út af alltaf vera að fá vildur og með 3 vildur hérna. Enginn í Álftanes með meir en 1 villu, enda bara fengið endar á sig 5 villur. KR bara fengið á sig 2. Nei, afsakið 7 minna ég, 2 meira. Svo bara aftur þegar Siggi að brjála þetta. Vill sló bara í hann þess að brjóta á honum og Siggi misti boltan. Þetta söndur eftir. Tóti kemur á, Kenneth Husey. Lennart sér, nei. Kemur, Lemanis á fullri ferð og Tóti fyrir bara ferðina. Tóti fyrir skoti, setur þetta niður, kemur KR-ingum hér yfir. Siggi, 2, 1, hann þarf að skjóta þessu, gerir það. Alltaf stuttur þarna og það eru KR-ingar sem leiða hér eftir fyrstu 20 mínútur leiksins. Staðan 44-42 fyrir KR-inga. Mjög skemmtileg fyrirháleikur að baki. Bæðilega flott að spretti og já, hún er bara fínasta skemmtun. KR-ingar leiða hér með 2 stigum. En ég held sér best að ég og tæknimaður minn Kristoffer drögum okkur í smá hlé og komum svo aftur hér til skamma stund og förum yfir að helsta sem gerist hér í fyrri hálfleik.
meistarafelli hér í Vesturbænum. Við ætlum að fara yfir að helst sem gerist í leik KR og Álftanes. KR liðið með 5 stigum, 44-42. Leikurinn verið mjög jafn. Liðin verið að skiptast á forystu. En KR unnu fyrsta leikunda 27-24 og enda annar leikundi 18-17 fyrir Álftanes. En bæðilegt svona fína stutta spretti. Og já, KR-ingum er það Reynolds sem stigastur með 11 stig í villuvandræðum, 3 villur. Hann samt að skjóta vel 4 af 6 skotum, tekið 4 fráköst. En fyrir kanton, Tóri Guðmundur, Tóti Turbo, fyrirleik KR-inga með 8 stig, 3 af 5 skotum, 0 stóðsningar, hvernig kemur hann svo óvart. Fyrir kanton með 7 stig á bekknum með KR og svo Kenneth Touché með 6 stig eins og Tom Salvis Leimanis. En Lennart Staðins með 2 stig, 3 skoti í þessum leik. Þorður með 4 stig á bekknum fyrir KR-inga. Álftanes er Justin James sem stigastur með 12 stig. Haukur Helgi verið flottur með 11 stig. Justin James er 5 af 12 í skotum og tekið 2 fráköst og gefið 3 stóðsningar. Haukur með 5 af 6 skotum, flott skotnending, 2 fráköst, 1 stóðsning. Og svo dreifist restina stigum Álftanesinga ágætlega. Þetta gekk með 4 eins og Dúi. Já, sjáum hérna tölfræðina. Það er við að skjóta mjög vel sérstaklega fyrir utan. 7-17 og 5-13. Bæli tók sá í töfum boltum, samt sem aður fengið 20 af boltaðinni fyrirleik sem ansi mikið. Já, annars frekar jafnt hérna á töffarskristinni. Næst ætlum við að fá stöðuna í deildinni. Það vilja biðja áhörðu sem að vilja ekki vita stöðuna að loka augunum akkur núna. Það fá að sjá hérna stöðuna í hálfleik í öðrum leikjum. Já, sjáum þetta hér. Já, ég get sagt þeim sem ætla að horfa í kvöld að fullt af spennandi leikjum. Mæli með því að horfa bara í kvöld. En þetta sé best að við dröfum okkur aftur í smá hlé og komum svo aftur þegar seinni hálfleikur er að fara af stað.
Jú, velkomin aftur, kæri áhorfendur. Styttist í að seinni hálfleikurinn fari hér af stað. Já, það er þetta alltaf mikið að liði sig að tapa hérna 11 og 9 boltum fyrir hálfleik og kemur ekki á óvart ef það myndi draga úr því hérna í seinni hálfleik. Við þarf að passa hans betur upp á boltan. Sem það Jakob er að spila 8, Friðrik Anton með 12 mínútur á bekknum og Þorri líka, hann með 11 mínútur og Veigar Áki spila 5 mínútur með fyrirháleik. Það meðan Hjalti, hann er líka að spila 8, Nikolaj með 8 mínútur, Dúi, það er bara 7 og Hilmir, það er bara 8. Justin James með þetta og draga hans vagnir og skoraði svona í kipum. Siggi bara tekið 3 skot í þessum leik, 0-2 í þristum, 3 stig. En allt næst þetta að þau komast á okkar rönd, þá er þetta, þú veist, að finna eitthvað sjálfströst, þá er þetta svipað og gerst með KR. Þá geta að komast á hörkuskrið, þetta er þetta svo mörg lið í þessari deild sem eru svo góð. Þannig að öll 8 liðin sem að fara í byrja úrslitakeppni, þeir ætlast til þess að komast upp úr fyrstu umferð. Það sem að gera þessi deild svo skemmtilega að það er einhvern allir að gunna á titilinn. Þannig að segja mér að KR sé ekki að því eftir að fengi til sín Reynalds og skipt út Alex og Júkovic og fengi til sín Mannes. En seinni hálfleikur kominn af stað. Það er KR-ingar sem að byrja hér með boltann í seinni hálfleik. Tóti. Boltinn er Reynalds. Reynalds er stór og sterkur, miklu stærri en klikkarinn á klikkar aftur hér í frákastið. Neldi 2 sóknum frákastum hann á törnfælskistuna og settist í töfluna 46-42. Rati. Sigga og Kölge, Haugur. Þetta er boltan hér sem er mikilvægt að ákveða skotinu Rati hér kemur hann út og Siggi upp í skoti, gengur ekki og Reynalds með frákastið. Reynalds sem Rati og neðsaki Reynalds hann að opnaðist í hálfa sekundu, fekk ekki boltan. Hér Reynalds út á Tóta. Þetta er Reynalds út af fyrir skotið og Vittan dæmdi hér á Kölge. Kölge að fá svona fyrstu öllu. Hér Reynalds. Það er ekki Reynalds og hér Reynalds. Það fyrir aftur á ringin og Kölge brýtur á honum. Já, frábær hreyfing hann að hikaði og gunnaði svo á stað og Kölge var á hælunum. Reynalds fær hér til víti. Setur fyrir víti niður. Fara setna vítinu. 47, 42. Það er Haugur. Já, það er Vittan dæmd á Leinart þarna. Justin James. Já, fer hérna fram hjá Kenneth Husey og fer í flotið og þessi leikur honni. Það er svo góður að komast fram í varnarmanni sinum.
setja press á hringinn, það er enginn sem hann kemst fram með bara öllum saman hverjum er að dekka. Tóti á Lennart, boltinn niður á Reynalds. Reynalds getur Ratti hérna og Ratti fyrir auðvitað niður og vittan dæmt líka á Ratti. Já. Ratti hérna hringdi ekki einu sinni, fór bara niður og Reynalds fær hér til víti. Já, svo dæmt bitna á hann þegar hann liggur í hjörðinni. Reynalds aftur á vítalínuna. Sveitinn yfir fyrirvitið. Bæði víti núni á Reynalds. Justin James. Justin James stuttur hana. Hvað var að í sóknina. Tóti tapar boltann næst í en heldur hann einhvern veginn. Lemanis á Tóta. Hann kom boltan aftur niður og Reynalds á Haukur í bakinn á honum. Það er ekki eins og auðvitað og Rattir í bakinn á honum. Og Lennart sér. Þetta er ótrúlega styrkur í Hauk Helga. En fárlega vel gert. Það voru bara tveir Scania-vörubílar að bakka hvort annan. Það hyrða smellin þegar það skullu saman. Justin James. Ratti. Ratti inn í miðjuna og neggur hann í hornið. Siggi upp í skotið. Setur þetta niður, já, mikilvægt fyrir Attinsinga. 51-47. Lemanis. Boltinn niður á Reynalds og Reynalds dekkunast í en Reynalds upp í skotið. Nei, gengur ekki og Justin James með frákastið. Justin James inn í miðjuna, startur teginn, kemur hann út og boltinn nættur Ratti. Ratti dregur sig út. Ratti upp í skotið hér upp á topp. Gengur ekki, ópen að maður, boltinn næst í honum. Þetta er nú Tóti opinn upp í skotið, þessi líklegur, nei, gengur ekki og leynast inn í barðuninn, það er ekki að móka svona í. Okeke. Frábær hreyfingi, Okeke, sterkur þarna, kemur sér á hringinn og setur þetta honni, 51-49. Hér, Lemanis. Kenneth Hussein upp í skotið, gengur ekki og Siggi með gott frákast, stegar hann Reynalds út. Smá mótjó hérna með Attinsingu núna. Þetta er Káring að byrja svolítið aðlengi betur. Justin James. Aðtæla á hringinn, vitna, karfa góð, Justin James. Er að gera grín af Kenneth Hussein hérna, hann ræður ekkert við hann. Ég dæmi það nú ekki, það er nú ekki margir sem ráða þennan gæja. En einhvern veginn kemst framhjá öllum, kemst alltaf í einhverja stöðu til að gera sér líklega til að setja stig á töfluna. Hárlega vel gert. Justin James kemur Attinsingu meir yfir. Hér, Tóti, fyrir Anton komur inn á. Tóti ræst á krúna fyrir Atala á hringinn, setur þetta ofan í, fárlega vel gert, hraður hann Tóti. Dúi. Haukur. Haukur Tóta til að bakka hann upp og bara hendur á Lennart þarna. Stætti boltans, Lennart sér með möguleika. Kemur hann á Tóta. Tóti, frábær sending, Lennart spyr upp, þetta var fullkomið sending á Tóta. Loppan bara upp loftana. Og Lennart bara hljópa boltan. Hér, Haukur. Treður Okeke, Okeke brotið honum og færið til víti. Spurning hvað fær villuna. Hvað fyrir kantana, Lennart. 23, Lennart sem fær villuna. Lennart er að fá sína aðra villu. Sýnist vera pump í bolt.
Heyrðist það? Eitthvað linur. Já, það verður að þurrka boltan. Þurrki boltan, já, það að segja. Heyrðist, ég heyri annað. Boltan blautur eftir átökinn og það er þurrt og gott. Og klikkar úr fyrra vítinu. Það er sérna vítið á Davíð Tókika. Davíð Tókika átti auðvitað átt fína fyrirlið á Íslandi. Finnst að spila með Keflavík. Og svo Hauka. Það er búinn að spila með Aþenes. Hér, Tóti. Lemanis. Lemanis hér, upp í skotið. Lemanis, alltaf stuttur á maður. Tveir káringarna berist boltan. Tóti, upp í skotið á toppnum. Líklegt þarna. Ef hann fær svona pláss. Svona mikið tíma til að stilla upp í skotið. Þá er það bara ansi há% á skotinu. Ok. Justin James. Dúi, upp í skotið í horninu. Svarar hér, já. Vingarnir í 2 stig, 58-56. Tóti, frábær slipp hjá Lennart. Svo er það grínast með þessa vörn hjá Justin James. Hann límdi boltan á spjaldið. Þetta var röndalegt blokk. Wow! Lennart Sjaldan var eitthvað kósí leip. Nei, ekki sjens. Þetta var brjálað blokk. Þvílík tilþrif. Haukur Helgi setur fyrra víti niður. Lennart þarna kvarti við að boltinn hafi mögulega verið farin í spjaldi á hann Justin James. Ég er ekki viss. Sjáum til, kannski sjá þetta eftir. Haukur klikkar. Já. Hér, 58-57. Íþróttamennskan í Justin James er bara unmatched. Hann er algjörlega frábær. Hér, Kenneth Husey. Haukur að spila hörkuvörn á bæði. Hér Tóti lengst fyrir undan, stuttur. Haukur Helgi að spila geggjaða vörn bæði á Lennart og Kenneth Husey. Þannig að menn gleymi bara alltaf hversu sterkur hann er, eða átti sig ekki á því. Hér, Miskovic. Hann böðlast þetta á hringinn og gengur ekki. Og hér hlaupa káringar. Tóti fyrir alltaf í leiðarbið og gengur ekki. Og hvað endar sér bolti í höndunum á. Sem stærrot vel gert, já. Kenneth Husey hana. Hér. Lennart, upp í erfið skot, mjög erfitt og ekki lasa hann bara Tóti fyrir utan, stuttur og hvað endar þessi bolti? Káringar fór tækja eftir tækifæri og hér, já, Lemanis setur dómi. Þessi stig gefa ekstra mikið. Þú veit einhvern veginn best í sóknarfrákastinu, vinnu fyrir þessu. 61-57, allt inni fór leikurinn á flug. Justin James, og tapar á næsti. Nikola Miskovic upp í skoti, gengur ekki og boltinn upp í skókakunana. Skiptingar sem aftur blokkið, ég get hort á 100 sinnum hér. Já, þetta er ótrúlega erfitt að meta þetta því að boltinn fer eiginlega aldrei frá spjaldinu. Ég þarf einhverja fróðari menn til að segja mig til að þetta gott sé löglegt ekki. Fallegt var það. Það er alveg klárt mál. 61-57, káringum yfir. Hér, Lennart. Djúpt undir körunni og hér hann, já. Miskovic með góða villuðela því að Lennart mjög líklega að fara að sækja 2 stig eða vítið hann en Miskovic náði að brjóta hann og hann komst í skotið. Svona, já. Frábær villa. Og Lennart kemur hér á velli. Lennart satt erfitt uppdrátt í þessum leik. Lennart kemur inn á. Hér, Lennart. Já, Tóti. Tóti höfður kringu sig og fyrir skoti hér. Stuttur og Kenneth Husey í barðinni. Og Kekki neitar mæta á körfunni. Burtu þetta! Hér, Dúi. Dúi að ferðinni, mikil ferðið á hann hérna og hér frábæra hendur Kenneth Husey. Dúi kærulaus, hika hann og hann var á falli. Aftur tapaði boltanum hérna, þetta sé ykkur megin. Klaufaleg tapaði boltan. Dúi yfir, Nikola Miskovic. Og fyrir Anton, hendur hún fram að segja hana. Dúi, opinn. Þessi er þetta fyrir aftursinga. Nei, gengur ekki. Sjá barðan hér, Siggi fyrir niður.
Getting to say. Tóta á, getting to say. Hilmir að stökkva á þetta hana. Getting to say reyna að koma sér hringinn og hér reyna alls upp í skoti. Vá, þetta var way up og hér enda boltinn. Það eins og boltinn sé heitur hérna. Mikil barða og getting to say hann vildi á villina það, hann keyrði á hringinn. Ég veit ekki með það, mögulega. Guðlarnir í stúkunni aftanismegin segir getting to say einfallega að hætta að væla. Hér, aftansingar, 40 myndir. Neðin í sókn. Dúi. Hér Nikola Miskovic upp í skoti. Nei, ekki alveg verið að finna fjölina hér. Hann með 2 stig, 1 af 5 í skotum. Fótur á Hilmi. Skipting. Haukur og Justin James kom inn á Haldisingu. Limanis kemur inn á hjá KR. Tói tekur boltan inn. Reynalds. Limanis. Læknast eitthvað rólega. Hér tapar Limanis boltanum. Justin James er á ferðinni. Justin James fer á körfuna. Justin James villa og hann er svo beinskeyttur. Það er ekkert til hliðar neitt í þessum gæja. Bara alltaf keyrt á hringinn. Það er stýra bara hann að treysta löppunum sinni fullkomlega. Maður sá það oft sérstaklega hann kom aftur núna á í síðustu leiktíð. Hann var ekki alveg að treysta ökklunum. Núna er hann bara hræðist ekki neitt. Setur hérna við 60-58. Tóti stýttir upp. Frábærar hendi á Justin James, rænar hérna hábjartan dag. Justin James fyrir á hringinn og setur þetta niður. Þessi gæi sýnir svo ofta að hann sé bara langbesti leikmaður vallarins. Sáum hann góður í kvöld, 61-60. Hér fyrir Justin James niður, sóknu þetta dæmd á Reynalds. Annars skipti sem að villan er dæmd á hann af þessu tægi og hann fær sína 4. myndu hér. Þetta er dýrt Justin James hann að sem hérna bara planta sér niður. Sem er dæmið sóknu veitu. Já. Dæmið nú hver fyrir sig, þetta er lítur mjög mikið út þessu sóknu veitu en já. Steytir Justin James upp, getur komið aftur sem kom yfir. Haukur og Justin James. Kekk fyrir Antoni hér. Stilla að ráðast á körfuna og Justin James fer upp og gengur ekki. Frábær vörð þarna, nær að trufla skotið. Limanis. Limanis hér upp í skotið, yfir Dúa, setur Doni. Hrikalega vel gert. Tom Selvis Limanis kom 11 stig. Hér, hittan dæmd á Friðrik Anton. Miskovic setur niður víti. Ekkert nefnir ekki á vítilínunni. 63-62. 40 sekundur eftir að fyrir þetta Tóti. Þorri. Tóti fær boltann aftur. Tóti inn í miðjuna, finnur Linnards, frábærlega gert, huggulega að spila hérna hjá Tóta og Linnards. Justin James stýttir upp. Það er þetta hana
Þeima skúrkana eins langt niður og hægt til að skilja sem minnstan tíma eftir af leiktímanum fyrir Káringa. Justin James. Það þarf aðstoð Friðrik Anton og fyrir upp í skoti hér. Justin James gengur ekki og sjáum við baráttunni Sigga. Nær ekki frákastunni, 4, 3. Tóti þarf að vera fljótur hér. Tóti, ein upp í skoti, hann nærði og gengur ekki og staðan hér eftir 3 leikunda. 65-62 fyrir KR. Leikur heldur áfram að vera stórvægsta skemmtun. Það bara frábært. Jákvæmt fyrir okkur. Káringa leiddu mest allan leikundan hér. Tölfræðina Reynald settur áfram að vera frábær fyrir Káringa. Hann fékk bara 4. villanir rétt á. Hann er komið 18 stig. 9 fráköst. 6 af 13 skotum, en hann mun líka að byrja á bekknum minni í 4. leikunda. Spurning hversu hugrakkur Jakob ætlar að vera. Tóti með 13 stig, 4 stóðsningar, 5 fráköst. Reynard og Kenneth Dusey samtals með 12 stig, var með 6 stigina, Sigur 6 stigin. En já, Álftanes, Justin James sem er búinn að vera frábær, hann er með 20 stig, 8 af 18 skotum, 4 stóðsningar, 4 fráköst. Haukur með 12 stig. Reynard spilar á bekknum. Það muni hafa ykkur áhrif á Káringar núna þegar það líður á leikinn. Styttra síðan þeir spilu og mögulega skemmt sér eitthvað á laugardeginum. Hvort það sitja eitthvað í sama að hérna á þessum velli þegar KR og Keflavík mætast í bónusdeild kvenna. Keflvíkingar eru bara bensilusir seinna á leik. Þetta á keflísku. Þeir eru með bikarmeistara kvenna og hér er þægilegt. Siggi miklu stærri og sterkar en Tómas Elvis, Leimanes hana undir körunni, 65-64. Friðrik Anton, Þorri, Hillan Denda. Skoðs hana og þetta á gólfinu, já. En þá dreifla. Já. Það er þetta að meta þetta, Simmi alveg í þessu, tristum honum. Það er Kenneth Dusey. Það er að koma sér hringinn að tapa á boltanum með hvað heldur sinna á. Friðrik Anton út og hér tæpsending, Dúi kemst sendinguna, Dúi hér á ferðinni. Dúi ekkert eðlilega stökkuna, frábær hendur hjá Leimanes. Já, sýnir hann handinginn á sér, lurkum laminn. Hér Miskovic, Haukur. Haukur. Já, Siggi. Kemur út á Justin James. Það er ekki Þorra. Justin James er upp í skotið af leiklinum. Nei, stuttur. Hér, Leimanes. Linnards. Já, Kenneth Dusey hér. Finnur Linnards aftur. Linnards, þetta er þægilegt 2 stig fyrir Káringa. 67-64. Hér, Haukur. Dúi. Dúi út á Nikola Miskovic. Nikola hér, hann kom sér hringinn og flott vörn af Friðrik Antoni. KJ hér á ferðinni. Vond sending, Siggi, þetta var
Þetta bara allt og dýrt. Justin James treður þessu þægilega. Klífalegt hjá Kenneth Dusey hana. 67-66. Þorri. Lennart og Lemannis. Lemannis með Lennart með sér og finnur hann ekki. Þorri på topp. Þorri fyrir að ferðina. Þorri finnur Friðrik Anton en nei, Siggi stilur boltanum. Þeir geta allt sem komist yfir. Og hér Nikola Miskovic. Fer í erfitt skot. Ekki takti hér Nikola Miskovic. Alls ekki. Ekki hitla með Miskovic allana. Lemannis. Lemannis, frábær sending og góð villana hjá Justin James, brýtur á Lennart. Annan að setja stöðutöfluna. Góð sending á Lemannis. Þrettan inn á hann. Lennart klikkar á fyrirvíðinu. Lennart var hér MVP. Já, setur vitið niður. Hér Káringar tveimstum yfir, 68-66. Haukur. Justin James á boltan. Justin James inn í miðuna og frábæra hreyfingar hjá Justin James. Hann bara lengdi skrefist þarna. Tók 2 skref í einu skrefi. Hér, Kenneth Dusey. Hér miklu stærri en Dúi, fyrir Anton, hikandi og leist ekkert á það að fara upp á móti þessu og Álfnesingar eiga hann á bolta. Bæði Kenneth Dusey og Friðrik Anton hikandi, svo minna. Það var, já. Komið Álfnesingar í sókn. Getur komist yfir hérna, 68 staðan. Justin James. Hér inn í miðuna og reyna að finna Okeke hér. Fyrir upp og broti á hann vinna, karfa góð, David Okeke. Kemur hér Álfnesingum yfir, fær víta á auki. Svo hann gripur þetta á, þetta erfitt en hann halda skrifinu og setur þetta honni, endur hann í jafnvæginu. Rinnald sýtir að koma inn á, já, Káringar að taka hér leiklega, kemur ekki óvart, Rinnald var að koma inn á núna. Jakob tekur leiklega, vist ekki vel á þess að byrjunni í seinni hálfleik. Staðan 8-3 hér í fjórða hálfleik þetta. Til síðan sem samkvæmt bekkaskipa eða svona hvernig að tala við þá er eins ennþá að fara að sitja. Þetta er mjög mikið vandaverk eða upp með menn á 4 villur sem hún vilt rosa mikið nota í fjóruleikdag. Hvenær setur hún inn á? Það getur verið gæst að fá villu í fyrstu vörninni eða svo getur hann bara spila jafnvel heila leikvölda á þess að fá þessa 50 villu. Okeke að leiðin á vítalínuna. Okeke setur hann í vítið, auðvitað. Alltaf sem gætt inn í 3 stigum yfir, 7 mínútur eftir leiknum. Tóti, Friðrik Anton og hér Lemannis. Lemannis og Friðrik, langaði skotið, fer ekki í það, hann á bara að skjóta þessu. Tóti. Og hér, Friðrik Anton, fer inn í skotið, stuttur. Og Justin James með hrákastið. Það er gjörsamlega svífur. Dúi, hér. Justin James.
Justin James hér, þjóðs út og reyna að koma á KG, erfið sending, heila bara galinn. Tóti, Kenny Dursey. Góðar hendur hér á Justin James. Sýnsamt Kevin fyrir að fá hérna fyrstu fram, Siggi setur tóni. Og Atlasingar komið 5 stigum yfir. Lemanis, boltinn út á Lennart. Tóti, inn í miðuna, Tóta alveg huggulega gert frábær hreyfing hjá Tóta. Hélt boltanum að fjarri öllum Atlasingum og setur leiðið niður. Justin James stillir upp. Haukur. Justin James aftur. Justin James verður að dreifli. Skríni hér og Vilhelm Friðrik andan á sig. Finnur ekki skoti. Siggi upp í skoti. Nei. Hér geta Káringar hingað að jafna leikinn. Kenneth Dursey upp í skoti. Setur þetta niður. Gæinn bara var búinn að vera með þetta sóknarna fyrir KR. Púlla svo fyrir þrist hér og jafna leikinn. (73, 73) Dúi. Ræst á körfuna. Sjáu styrkir í Dúi. Hann setur þetta ekki niður. Fekk hann opinn layup eftir að ryðja niður Lemanis. Hér, Kenneth Dursey. Hvort hann sé að vakna núna. Brotið á honum. Já, gett hjá Kenneth Dursey. Það er réttu víti. Já. Þú séu setja niður fyrir víti. Setur niður bæði vitinn. Kemur KR aftur yfir. 75-73. Rati. KG. Snúa við. Rati hér. Veit ekki hversu tímbært það var. Wow. Þú er næstum búinn að skrefa. Setur þetta niður. Var þetta ekki skref? En ég skil ekki af hverju Justin James er á velli hér. Það sem er ótrúlega ákvörðun. Hlýtur að koma inn bara næsta stoppi. Og þessu krúsal tíma að taka Justin James á velli. Tóti upp í skoti. Neggur þessu niður. Vá, fyllt svar hér. Rati hér. Það er skrín frá KG. Rati. Haukur, Dúi hér. Dúi finnur ekki skoti, tapar hann boltanum með hvað? Siggi, 7 sekundur eftir, Okeke það láta hvað gerast. Okeke fyrir galið skot. Af hverju Justin James á velli? Ég skil ekki hvað er að gerast hérna. Millan á Sigga. Hlýtur Justin James að koma inn á núna. Góð villaði Sigga, hann stoppa bara sóknina. Já, kemur Justin James inn á, fekk smá hvíld. Gat ekki beðið lengur, það er bara þannig. Sóknarleikur Atlasinga er allt annar með Justin James að velli. Hér setur Tóti fyrir Káringa, það eru 2 stigum yfir. Tóti. Lemanis. Það er skrín frá Lennart. Lemanis inn í miðuna fyrir erfið skot. Gengur ekki og karðar sér bolti. Og það eru Atlasingar sem á boltanum. KG stakk sér hann í gólfið. Justin James. Fer hann upp á, gengur ekki. Það er ekki að setja þetta niður. Frábær vörn hjá Kenneth Dursey. Lemanis. Kenneth Dursey gegn Hauki Helga hér. Fer í skotið og gengur ekki. Frábær vörn hjá Hauki Helga. Villan dæmd á Kenneth Dursey. Dúi.
Finnur OKK, djúpt niðri, OKK fer sterkur upp og setur þetta hann Reynolds hafði engan áhuga að brjóta hann en það hefði þá verið útilokaður. 78-78, 2:50 eftir. Limanes. Reynar ástæðum að dúa, Reynolds, langt fyrir ekki skotið, hér, Kenneth Dusey, inn í miðuna, fer á dribbli og þetta hrikalega vel gert, það ekki að setja þetta niður. Hér OKK, nærri slá boltann, broti hér á Justin James. Byrjar hann að Kenneth Dusey að gerða rétt að setja að Donny. Besti vildi bara ekki niður, frábært barðin og OKK, hann slátur boltans. Einhverjum leikur fyrir ekki bara stað. Já, allt klart núna. Þetta byrjum leiklið, já, þetta var hér leiklið fyrir Áttarsinga. Mikilvæg sóknar framöndan fyrir Áttarsinga. Sjá hvað þetta teiknar upp innan fyrir sína menn og pottar að teikna þetta gott kerfi hana líka til að fá stig á töfluna. Og nú skiptir hvert stigmáli, hvert tala. Þetta er líka með Justin James stigast með Sá hann aftur næst, það verður átt að sjá núna, nei og næstu klippu þegar að Dúi hoppaði upp eða ekki í þryggjustarskutunum, sjáum þeirna hann lyftir, hvað? Hvernig missa hann af þessu? Þetta var ótrúlegt að missa af þessu sem hérna bálappir bara klálega frá jörðina, þetta er ótrúlegt og enginn kvartaði. Þetta var galið. Hann hefði stoppið með þetta og skorað svo bara þrist. Hér leikar komin aftur af stað. Ratti á Justin James. Justin James var skrínina frá Hauki Helga og Justin James ræsta körfuna, finnur Ratti fyrir skotið. Villan dæmt hér á OKK. Já, ég ekki viss að Kjarti að teikna það upp að Ratti myndi verið þriggjastiga skot. Ratti 1-4, hann er með 3 stig í þessum leik. OKK braut hann á Reynolds og Reynolds á liðina vítalínuna, þetta er dýrt. Því að Káringar komir í bónus. Reynolds búinn að vera fínn á vítalínunni, hann er 5-6 þar. Káringar á 11-14 í heildina. Og Reynolds situr niður fyrra vitið, kemur Kári yfir. Reynolds klikkar á seinna vitinu. Hér kemur Haukur Helgi upp boltan. Kenneth Dusey hann kom í veg fyrir að Justin James komast á hann en kemst á hann hér. Hér vilja fá Limanes á Justin James og boltinn í horni, Ratti aftur, nei, fer ekki skotið og Ratti hér, smá brasi, skrefar, Ratti hér í brasi. Já, þetta er bara ekki að ganga hjá þessum gæja, því miður. En hér koma Káringar í sókn, 79-78. Tóti. Og Limanes upp í skoti, þessi stór! Gengur ekki, leit hrikalega vel út, stefna og góð. Hér, Ratti. Ratti, feskinn frá OKK og góður. Nei, askið. Möttu inn eftir muna að Tóti næði að stela boltanum að það. Broti á Ratti. Ratti kemur hér á velli. Tóti stær með klálega hendina á honum.
Það er Dúi á Justin James og hér góðvittan dæmt á Leimanes. Já. Kemur aftur. Já, svona miðað við hvert bolti fer. Ég veit það ekki. Kendi mér einhvern sem hann að fylgjast með boltanum, hvert hann fer þegar það er svona slegið niður. Þegar boltin fer beint niður, þá er það bara bolti. Þá er boltin upp í loftið. Justin James klikkar á vítalínunni. Seinna víti, já, Justin James jafnar í leikinn, 79-79. 1:24 eftir. Káringar leiðin sókn. Tóti. Já, Leimanes losa sig, fær boltan. Leimanes fer sterkt upp og broti á honum. Dúi dæmdi brotlegur. Dúi trúir þessu ekki. Já, Leimanes fær í 2 víti. Leimanes með 2 stór víti. Hann er góð vítaskytta. Fyrstu vítin hans í kvöld. Setur fyrra víti niður. Kemur KR aftur yfir. Leimanes auðvitað setur bæði víti niður. Öryggið uppmálað. Skiptingar. Sig kemur á velli, Hilmir kemur inn á. Hér koma áflessingar. Dúi, Justin James. Mikið mæða honum núna. Justin James inn í miðuna. Justin James fer upp og gengur ekki og Kenke með frákasti. Nei, KR á bolta. Justin James hleypið að setja ekki niður. Hér geta KR komið sér 2 sókna mun. Hrikalega mikilvæg vörn fyrir áflessinga. Tóti. Fín vörn Hilmi. Tóti inn í miðuna. Tóti er inn að búast til pás og kasta boltanum út og hér stelaði boltanum. Dúi, hér er í fleirtölu. Áflessinga, Dúi fyrir aftan leið. Dúi vinna á. Fær hér 2 víti. Frábær vinna þá. Vá. Dúi þarna hugrakkur og losi ekki upp boltan. Þetta fór hann bara sjálfur. Glænurlega sending út þarna. Já, klár vinna Leimanes verið með hausinn á honum. Dúi fær hér 2 víti til að jafna leikinn, 39 sekúndur eftir. Dúi klikkar á fyrra vítinu og klikkar illa, allt og stundur. Þetta eru stór vítin, hann verður að setja seinna. Dúi setur seinna víti niður. Skiptingar hér. Káringar á leiðinni sókn. Tóti styttir upp. Núna hér, 14 sekúndum á skóku að leika. Áflessinga fá alltaf boltan aftur. Hér er Leimanes upp í skot! Setur það niður! Og kemur Káringum hér í 4. stiga forystu! Leimanes! Þessi gæi þvílíkur töffari! Vá! Hér fara hann undir skrínið. Hvað er að gerast þetta? Hvernig fær þessi gæi svona opið skot? Einhver misskilningur vantar með þetta. Hvort að þeir Rati átti að fara yfir skrínið og Kenke að koma upp á mótornum. Þetta var rándýrt. Gefa Leimanes svona skot. Vá. Nú eru Áflessingar í klípu. Þegar þeir fyrir náttúrulega 2 körfur. 26 sekúndur eftir, það er nægur tími. En þau eru að setja stiginn á töfluna og brjótum leið. Þetta teknar upp inn aðeins. Þetta var algjörlega ótrúlegt.
Hvort þú getur fengið að sjá það aftur eldsnögg skoti á Leimanes. Þetta ekki lagi þetta vandamlega sem Rati fyrir undir Okeke bakkar og þá fær bara galopið skot. Nákvæmlega sem að Álftnesingar máttu ekki við. 2 stig hefði verið lagi en Þristur gerir hann leik bara ansi erfiða fyrir Álftnesinga. Og hér þetta ekki búið, það ennþá klálega möguleiki. En Álftnesingar þurfa snögga körfu, helst 3 stig, það myndi hjálpa þeim mjög mikið. Rati tekur boltan inn. Líklegt að Justin James komist á boltan. Hér Haukur. Og hér opnast fyrir Justin James, hann fær ekki skotið. Fyrir skotið hér, Justin James settist upp og hvað? Rati stígur út af. KR-ingar eiga hann að bolta. KR-ingar eiga hann að. Nei. Dæmdi fyrst villu á hann að Bergur sem var dæmdi sett svona nefan upp eins og hann væri villa en svo breytti hann eiginlega, dæmdi bara út af sjá hérna nefn að Bergi fyrir hann upp eins og hann flauti villu og svo réttur hann hendinni og út af. KR-ingar eiga hann að bolta. Já, þetta var erfitt. Þungt hér fyrir Álftnesinga. KR-ingar líka bara að taka boltan inn og Álftnesingar komið að brjóta þeim. Þetta verður alltaf erfitt. Þetta varnarplay sem var svo dýrt og víti að dúa þegar hann hefði getað jafnað leikinn. Mótið fór Leimanes, setti bara Þrist galopið skot sem hann fekk. Þessi Þristur líka frá Kengtus var stór. Sauðið sekundur eftir. Og KR-ingar hér með þurfa bara að koma boltanum inn. Minnst líklegast að Leimanes þegar hann komst á boltan. Og fólk kemst á boltan hér. Leimanes verður að brjóta hann og Haukur gerir það. Leimanes verður 2 víti. Sama hvort hann setji bæði eða ekki, þá þurfa Álftnesingar alltaf 2 körfur. Þetta fyrir upp í 6 stig, þá þurfa 2 fyrsta. Já, setja fyrir víti niður. Auðvitað Leimanes verður frábær fyrir KR-inga hérna á lokakaflanum. Já, setur bæði víti niður. Og hér Rati finnur tapa bara boltanum. Já, hér KR-ingar að vinna stórkostlegan sigur Álftnesingum. Og menn héldu að það yrði ykkur bikarþinga hér, en nei, alls ekki. KR-ingar mæta hér bikarmeistararnir og vinna Álftnesinga þægilega á heimavelli. Þetta KR-lið, þeir eru bara mættir til leiks. Og þeim alvara, það bara staðan. Tóti setur fyrir víti niður. Tóti klikkar á seinna vítinu. En Siggi reynir. Og já, klikkar og KR-ingar vinna hér 87-80 sigur á KR-ingum. Frábær sigur fyrir KR. Fáum KR-lag í gang.
sigurinn mjög góður og svona statement sigur. Hefðu allir skilið það, hefðu KR ekki að tapa hér í kvöld. En þeir mæta bara hér til leiks og vinna Álfnesinga og Álftanes ennþá í klípu. Já, en ég held sér komið gott að mér í bili. Ég á mínum besta manni, Kristófer á tökunum. Hann stóð sér eins og hetja eins og fyrir í daginn. Ég vil minna á tilþrifin sem hefast hér eftir skamma stund. Kortir yfir ef ég mann rétt. Þannig bara fylgist þið með. Fyrir lofti hér til smá, hann getur séð helstu tilþrif úr leikjum kvöldsins. Ég mun sína hér stöðun eftir smástund. Þeir sem maður vil ekki sjá, þeir eru bara tilbúin að loka augunum. Því ég segi núna þegar hann kemur upp. Fyrir einhver veikustum. Og við getum loka augunum núna sem ætla ekki að sjá stöðuna. Svona fóru leikinnir í kvöld. Já. Og tilþrifin hægist til kl. 21:10. Hörður Unnsteins og sérfræðingar munu gera upp þessa 4 leiki. Svo við minna leikinn á morgun, Tindastóll Ármann kl. 19:00 og svo risa leikur í Keflavík Grindavík kl. 19:30. Og bónuskvöldið eftir þann leik. En ég heiti Heiðar Magnússon, við takka fyrir mig. Þá til næst kæra áhorfendur. Hafa það gott.